Jæja, góðir áhörendur, velkomnir í 98. þáttinn af sjónvarpslausum 50. Það styttist í 100, eftir halva Já, mánuð, þá gerum við eitthvað sniðugt á okkur. við En þurfum bara að finna upp á einhverju, við já, erum ekki komin í það langt. við höfum 2 vikur til þess. Já, En það er allt komið í gang. heldur betur. Hérna, þingið byrjað sett á þriðjudaginn og stefnuræða forsætisráðherra í gær á miðvikudegi og fjárlögin eru síðan rædd í dag, fimmtudag og á morgun föstudag. Og þá er bara, þá er þetta allt komið á fulla ferð. Þetta er búið að vera hérna viðburðarík vika, en kannski stóra málið, Hmm. við byrjuðum á TikTok, sem enginn reiknaði nú með í raunin. Já, við vorum settir á TikTok. Þetta er nákvæmur orðalag, það er Já. rétt. Það eru 25.000 búin að horfa á þetta fyrsta einslag okkar. Ég 25.000? veit ekki hvort það er mikið eða lítið á TikTok-mæli hvar það er, en ég er allavega, hérna, ég held að sé ágætt. Já, það var kannski ekki svo galið. Það var nefnir fjóla okkar. Og einhverju 13-1400 deilingar. Það vita aðrir meira hvort það er mikið eða lítið, en hérna, eru við ekki bara sáttir? Jú, ég hendi reyndar þessu forrit út úr símanum mínum að því að það var alltaf verið að tala um að það væri eitthvað kínverst njósnaforrit, en kannski verðum við bara að láta sig hafa það. Þeir geta fylgst með öllu hvort þið er. Já, þeir eru ekki með þetta svona meira og minna. Já, Heyrðu, en það er hérna, þetta er búin að vera stór vika og hérna, þingsetningin var hérna á mánudegi, samkvæmt stjórnarskrá, öðrum þriðjudegi í september, já, og það var svo sem kannski flest hefðbundið, hérna, nýr biskup predikaði, en annað var svona, hérna, tíðindalítið úr kirkjunni, en þú verður umvafinn Pírötum þetta þingið. já. Ég er í mikilli nálaðið Pírata, þeir umkringja mig þarna á fremsta bekk. Þú ert með hálfan þingflokkin bara þarna Já, já. á minnstakosti innan handar. Já, já, og það gerst bara á tækifæri til að rannsaka þá í nálægð. Og ég er hérna enda eins og vanalega með þingflokksformenn, sko, þá hérna, Já, þannig að ég hef bara eitt sessunaut, Oddný Harðardóttir, verður minn núna í vetur, ég er á fremsta bekk, já. þarna, Þú finnst besta sætið, fremsta bekk hægra megin, Já, þetta er orðurinn, já. það er hérna, en já, þetta er svona, mér þykir samt þægilega að vera í útjaðrinum, sko, í sætunum sem ég var í á síðasta þingi. Það er Já, svona, það er ekki svo áberandi þegar þú ert að skreppa á já, breðir afsíðis. já, það er svona, maður stígur ekki upp beint inn í myndavélina þegar maður stígur upp Einmitt, sko. einmitt. Já. En þetta breyttist nú bara fyrir nokkrum árum með þingflokksformenn að þeir fengju sér sæti og hugmyndin var svo að því þið þurfið alltaf að vera á hlaupum út og inn að það væri auðveldari fyrir ykkur og er eflaust skynsamlega. Já, ég held að það sé ekki spurning, sko, þegar hérna, er þetta bara nýtilkomið? Já, þegar ég byrjaði þá var bara dregið öll sæti og þingflokksformaður gat lent einhvers staðar aftast inn í miðju og þurft að tróða sér fram hjá mörgum Já, akkurat. skjótast að ná í hvað skjal eða. Mér finnst þetta nú bara svo augljóst og lógist að ótrúlegt að þetta hafi ekki verið fyrirkomulagi fyrr. En þetta var svona, hérna, já, þannig að þetta var allt með svona hefðbundnu sniði og hátíðlegt og það allt saman og það var nú, hérna, það var nú boðað til mótmæla þarna við þingi, en það var kannski ekki tímasett heppilega því að þau voru tímasett þegar hérna var verið að draga sætið, að hlutast til sætið eins og það er kallað. No. Ekki margt í gangi í þingsalnum rétt á meðan. Annað en bara ágjur að því hver maður myndi lenda. Já, hver sessunuturinn verður og hérna, það er nú yfirleitt svona kátín í þingsalnum. Já, já. Þetta er í gangi, þannig að hérna. Menn sjá alltaf eitthvað fyndið út úr því hvernig þetta raðast. Það er alveg segins að. Það er ekki Obba sem tók þessa skemmtilegu mynd sem fór síðan á flug. Já, já. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, hún er rétt. Heyrðu, en ef við ekki að byrja á stefnuræðinni Jó. og þeir eru umræðu. Þú varst með ræðu þar og síðan fylgdi ég í kjölfarið. Já, það var nú tíðindalítil stefnuræða, fannst mér. Já. Það var þetta hefðbundna með að Ísland hefur þrökkað lengi á samstöðu og allt það og ekkert út af það sitja. En á köflum fannst mér eins og verið að gera grín þegar að forsætisráðherrann fór að tala um mikilvægi þess að standa áfram vörðum skynsemi í ríkisrekstri og efnahagsmálum og standa áfram vörðum landamærin og allt þetta eins og
já, eins og hann væri að tala fyrir hönd einhverjar allt annar ríkisstjórnar. Sko, það ekki búin að vera svona dálítið tónnin sem hefur slegin lengi. Já, Sjáum já, til dæmis bara gagnrýni varaformanns Framsóknarflokksins Lilju Daggar á húsnæðismálin. já, já, Framsóknarflokkur já, hefur haldið á þessum málum meira og minna síðustu 30 árin. já, já. Engin flokkur komið meira á þeim. En já, við erum nú nefnt þetta áður, þau virðast vera farin að leita skjóls í einhverjum hliðarveruleika og ég er ekkert viss um að þetta sé endilega sko, viljandi gert að þau séu að reyna að villa fyrir fólki. Ég er farin að trúa því að það geti verið að þau séu búin að villa fyrir hjá sjálfum sér nú þegar og trúi því bara að þetta hafa allt verið frábært og gengið allt öðruvís en raun var og þau séu búin að taka á verðbólgunni. Það var nú eitt atriði sem hann nefndi. Ég man ekki nákvæmlega hvernig það var orðað en sterkt framlag ríkisins til að taka á verðbólgu. Já. Þeir eru búin að vera að moka kolónum inn í ofnin og kósveittir við það og svartir í framann af ákafa við að kynda vélina. Afstaða fjármálaráðs til þessa sem nú svona sá lögbundni aðeili sem veita skal umsögnum fjármálaáætlun hverju sinni. Já. Svona í því samhengi að þessar yfirlýsingar forsætisráðherra og fjármálaráðherrum að þetta sé allt saman að vinna mjög vel með markmiðum Seðlabankans. Fjármálaráð sagði núna í júní býtum við ég held ég væri með þetta hérna. Það voru ég kem það eftir það er einhver öðru blaði. Já, ég man eftir þessar umsögn fjármálaráðs sem að var alveg brútsal en það veikt ekkert af. Hérna er þetta. Fjármálaráðið benti réttilega á segi hér minna aðhald væri í ríkisrekstri hér en í samanburðarlöndunum og hélt áfram og sagði fjárhagsleg afkoma hins opinberi veik ekki síst vegna mikils útgjaldavaxtar undanfarin ár og endaði á að segja útgjaldavöxtur síðustu ára er ósjálfbæður. Já. Þetta er engin ruglubollar að segja þetta. Nei. Þannig að þetta er Þetta eru menn sem er skipaðir af þessari ríkisstjórn. Já, til að veita umsögnum þessi þingmál. Þannig að þetta er náttúrulega alveg kostulegt að það er eins og að sé einhver svona sjálfsblekking í gangi hjá stjórnarliðum. Ég ímynda mér að þau hafi byrjað á því að ætla svona að spinna hlutina og reyna að blekkja aðra en leið hafið þau lent í því að blekkja sjálf sig. Og séu ég er bara að trúa þessu að því þetta gengur svo langt eins og í umræðunum þarna í gærkvöldi og menn svona stundum bara hlógu aðeins þegar ríkisstjórnin var að óvart, ekki stundum þykjast menn vera að hlæja en þarna voru menn bara svo hissa að heyra allar lýsingarnir á því sem þau voru búin að vera að gera og sem voru ekki nokkrum tengslum við raunveruleikann. Já, einmitt. Þetta og þarna kom náttúrulega líka fram sko aðeins komið inn á það fyrsta mál utanríkisráðherra á dagskrá þingmálaskráarinnar þetta árið er bókun 35 sem að mun nú gleðja marga eða hitt og heldur sko. Ég hefði trúið því en núna rétt fyrir fáeinum mánuðum fyrir landsfund Sjálfstæðisflokksins og fáeinum mánuðum fyrir kosningar að þá kæmi Sjálfstæðisflokkurinn enn og aftur með þetta mál og gerði það forgangsmáli. Alveg ótrúlega, þetta er forgangsmál. Fyrsta mál dagskrá, þannig í september strax. Og bara svona í stuttu máli, þá gengur þetta út á reglur sem eru samdar í Brussel, ganga framar íslenskum reglum ef það rekast á. Þetta er búið að víkja til hliðar þessum grundvallar lögskýringarreglum að yngri lög gangi framar eldri, að sérlög gangi framar almennum og þarfumtökutunum. Þessi regla trompar allt. Og þetta kom upp vegna þess að einhverjir Íslendingar út í Brussel hugsanlega fyrirverandi formaður Samfylkingarinnar þar á meðal. Hann liggur undir grunn. Það hefur tekið eftir því að Hæstiréttur var í auknum mæli farin að dæma samkvæmt íslenskum lögum þegar þau stönguðust á við Evrópureglunar. Og þá þykir það bara ótækt. Með öðrum orðum, við séum þá allt of einhver fullvalda og frjálst til þess að setja okkar eigin lög þegar við eigum bara verið í því að elta. Og hver eru svörin frá
fulltrúum stjórnarinnar, Sjálfstæðisflokksins ekki hvað síst. Þau eru þessi, Evrópusambandslögin, þau þurfa alltaf að samþykjast á Alþingi og þar af leiðandi þau í orðin íslensk lög. Við þekkjum nú hvernig umræðan og greiningin fyrir fram á færibandinu. Heldur betur, maður. Heldur betur og umræðan nánast engin, menn setja sig ekkit inn í þetta, svo þið stór undrandi þegar afleiðingarnar kom í ljós og áhrifin. Já, já. Og hver ímynda sér að eftir þetta þá munum menn bara fara að liggja yfir öllum þessum málum og setja alla fyrirvara. Því það annað sem að menn nefna að það sé hægt við samþykkt þessara Evrópuregluna að setja fyrirvara það að í þessu máli gild ekki endilega að íslensku lögin séu lægra sett. Sérðu fyrir þér að þetta fólk eins og logandi hrætt og það virðist vera við EES og Evrópusambandið muni fara í hverju tilviki að setja fyrirvara? Nei, það ekki að fara að gerast. Það ekki að fara að gerast fyrir auðvitað það, menn eins og ég nefndi þekkir kannski ekki áhrifin alltaf fyrirfram og það hluti bara fullveldis réttu okkar að geta brugðist við og sett lög sem tryggja hagsmun okkar við þær aðstæður sem upp eru hverju sinni. Já, já. Og ég til dæmis myndi halda að ef þetta hefði verið innleitt áður þá hefði það veikt mjög verulega stöð okkar í Icesave-deilunni og í slagnum við slitabúin af því að þessir aðilar sem voru í Icesave voru ríki, Bretland og Holland og Evrópusambandið sjálft og í hinnu einhverja voldugustu vonusjóðum heims og reyndar ríki líka því að ég man eftir samtölum við sendiherra sem voru að tala málið þeirra. Ef við hefum ekki haft þann möguleika að setja okkar eigin lög til þess að taka á því neyðarástandi sem var í báðum tilvikum, þá hefði þessi slagur ekki unnist með sama hætti og raunin varð. Nei, það alveg augljóst. En þetta hérna... En þetta var gefið eftir bara í einhver svona, og haft í flipptingum. Já. Og örugglega fengið einhver lögfræðingur út í bæ síðan til þess að skrifa einhver álitum að þetta sé nú allt í lagi og menn verður bara að klára þetta. En svo kom afleiðingar þeir í ljós síðar. Síðan fór Bjarni inn á, hann gerði töluvert úr því að skattalækkanir frá 2013 nemi 90 milljörðum á ári núna. 2013, já. Frá því þá, já. Já, þú ert að bera saman skattareglunar. Velja það ár. Já, hann semst velu viðmunarpunkt þegar hinn skelfilega ríkisstjórn Jóhann og Stengri sem hér búin að hækka alla skatta og gjöld upp í rjáfur. Væri nú ekki meiri metnaður í því að horfa til stöðu skattheimtu til dæmis þegar Sjálfstæðisflokkurinn hafði í gamla daga raunverulega haft stjórn á því hvernig best væri haldið á málum. Já, 2013 tók við alltaf ríkisstjórnin en núna. Já. Næstu trenni. Hún gerði gagn. Já. En þetta svona, ég búin að leggja inn fyrirspurn í þinginu. Lagðan reyndar inn undir þinglok í fyrra en hún fékkst ekki skráð. Það gengur mikið á þannig að hún komst ekki inn í kerfið. En hún komin inn núna og þar sem ég óska eftir sambærlega, ég held að það sé unnið á grundvelli fyrirspurnar sem Óli Björn Kárason setti inn með þennan viðmunarpunkt. Hvernig skattheimta í dag væri ef að reglurnar væri eins og þær voru 2013. Þannig að ég búin að senda inn fyrirspurn núna þar sem að hvernig væri skattheimtan í dag samanborið við skattareglurnar eins og þær voru árið 2006. Já. Og ég með svona grunar að það komið önnur sviðsmynd út úr þeim samanburði. Ég myndi halda að það væri heila örugt. Þá myndi þau segja tíma til einhver hlutföll við landsframleiðslu og sleppa því að nefna allar gjaldahækkanirnar. Já, en bara með að þau berjaði sér á brjóst vegna þessa já. Þá verður þau þá að taka hinni tölunni fagnandi. Akkurat. En það verður svona meiri metnaður í því að velja annan grunnpunkt heldur en þann versta sem hægt var að velja í lýðveldissögunni. Já. Og síðan náttúrulega þessi umræða, Sigur Ingi sérstaklega hefur hreykt sér mikið af því og Bjarni svo sem líka, þá var fjármálaráðherra, að tekjur ríkissjóðs hefði verið 100 milljörðum meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir undanfarandi 3 ár. Já. Það auðvitað meginhluta svo tala tilkomin vegna verðbólgunnar.
já, sem að sliga heimili landsins núna ár eftir ár og gengur illa að slást við. Þannig að ég myndi nú svona fara heldur varlega í að reykja mér af því og svona ég myndi sömu leiðis fara varlega að reykja mér mjög ef ég væri í sporum þeirra félaga af kaupmáttarvextinum í gegnum COVID-tímabilið því hann var auðvitað bara gerfi já, vöxtur keyrður áfram af peningaprentun því að þegar atvinnulífinu er skellt í lás þá þarf engum að láta þetta til hugar að það sé raunveruleg verðmætasköpun á bakvið kaupmáttaraukningin sem þá kom fram. Já, annars Kaupmáttaraukninguna. væri menn búin að finna upp einhver eilíðarvél, bara hætta að framleiða hluti og prenta peninga og kaupmáttur eykst. Akkurat. En svo eru þau líka í því svona að villa fyrir sumir myndu segja falsa reikninga. Ég held að vera rætt hjá keppinundum okkar í þjóðmálum eins og með Grindavík sem þau nota nú á nokkru leyti til að réttlæta útgjalda vöxtin hjá sér, svona eitt og annað tínt til hjá þeim í því. En þar eru þau að taka þetta út fyrir í sérstakt félag og færa þar, taka út úr ríkisreiknum yfir í Þórkötlu og færa þar allt húsnæði sem að ríkið kaupir til eignar á því verði sem að var borgað fyrir það. Og hvað er ríkið að fara að selja þetta húsnæði sem hann keypti á sama verði og það borgaði fyrir það í Grindavík? Heldur að ríkið fara að græða á endurmati eins og félagsbústaðir? Já, svo kemur það. Ríkið verður með þessar eignir, allar í Grindavík og býður bara eftir því að matið á þeim hækki og til verður gerfi hagnaður sem reyndar þá verður í þessu hliðarfélagi ekki beint hjá ríkinu en menn eru komnir í alls konar byggs til þess að fela útgjöld að talsverðu leyti og nægu eru þau nú samt sem sást í reikningum ríkisins. En þetta er svona í stefnuræðinni og í ræðum formanna stjórnarflokkana, Bjarna, Sigurðar Inga og Guðmundar Inga. Mér þótti í rauninni ekkert koma fram þar sem að benti til þess að það glitti í skilning á því hvernig verðmæti verða til. Mikilvægi þess að atvinnulífið braggist, fyrirtæki alveg frá einsmanns fyrirtækjunum og upp úr að þau búi við góð rekstrarskilyrði. Það er bara verið að hugsa eitthvað allt annað núna. Já. Þannig auka menn skatttekjur samfélagsins bara með góðu rekstrarumhverfi fyrirtækja og þarfandi góðanum og þannig fjölgar krónunum í sjóðnum en það er ennþá. Þau hafa notað aðra leið, það er skatttekjurnar með verðbólgu. Skattar og gjöld og verðbólga, já. Það er þannig að þeir svona, ég finnst ég svona reikna með meiru í þessa veruna frá Sjálfstæðisflokknum en kannski skiljanlegt að Vinstri grænir sé ekki með fókusun á þessu. En svo var þótti mér mjög skondið þegar Bjarni í ræðu sinni fór að tala að erindi ríkisstjórnarinnar hefði komið skýrt fram á síðasta þingi. Já. Það veit enginn hvert erindi þessar ríkisstjórnar en að hanga á stólunum. Og ekki hún sjálf heldur. Nei, bara ráðherrarnir hafa ekki hugmynd. Þau fóru að leita að erindinu á Þingvöllum, Já. Fundu það ekki? Nei, fundu það ekki. Og svo var Frankenstein skrúaður saman í þriðja skipti núna páskana og það erindi alveg jafn týnt. En eflaust líður mönnum betur að segja að það sé fundið en þó að það ekki. En svo er komin nýlunda ef við færum okkur aðeins yfir í fjárlagafrumvarpið. Nei, við skulum klára stefnuræðina. Það voru svona nokkur atriði til viðbótar sem við verðum að nefna. En það var kostulegt Guðmundur Ingi Guðbrandsson, formaður Vinstri grænna, gerði kröfu það að stærri skref yrðu stigin í loftslagsmálum. Já. Þannig að það var mætt verðbólga þar líka. Guðlaugur Þór nýbúinn að leggja fram þennan doðrant 260 blaðsíður með 150 áhersluatriðunum. Úr að ganga margfalt lengra en Vinstri grænir þegar þeir voru með. Þeir voru með 48 eða eitthvað svoleiðis atriði þegar þeir voru með málið. Gulli 150. Núna Guðmundur Ingi, við verðum að ganga lengra. Og svo kom Pírati og sagði voðalega dæmt hjá Guðmundur Inga. Við verðum að ganga miklu lengra. Þannig að Guðmundur Ingi vill að minnstakosti 151 atriði og Píratarnir að minnstakosti 152.
Þetta er einhvern veginn, við megum ekki við mikilli verðbólgu í þessu sko verkefni sem að væri nú hægt að endurskýra sko bara árás á hagsæld eða árás á Já, velsæld eða eitthvað í þá veruna. já, já. Ekki nota tækifærið og minna á þáttina sem við fórum yfir þetta. Jú, það var 1. ágúst kom í loftið Manstu með hvað? hann var númer 92, Já, kom í loftið 1. ágúst og þurftum að skipta honum upp í tvennt, þetta er 2,5 tími í heldina. já, Og bara hvetjum þá sem ekki eru búin að hlusta á hann til að rúla honum í gegn og það var auðvitað, það var ekki búið að djúpgreina öll atriði en þetta er svona í meginatriðum og stóru leyti er þetta áhrif sem eru til þess, eða eru áhrif sem koma fram að þessu svona til þess fallin að leggja byrðar á heimil og fyrirtæki. já, akkurat. Þannig að það verður, það síðan En ég var alveg hissa hversu margir hefur hlustað á, lagt það á sig að hlusta á þessi ekki er yfirferð. þetta skemmtilegast til hlaðvarpsþáttur ársins og Nei, en það þurfti að taka þetta saman. Já, en menn geta grátið yfir honum og já. kannski hleyið aðeins inn á milli. Þetta er svona Þetta er kátbróslegt á köflum. grátbroslegt, já. En sko ég er sammála, það komur óvart hversu margir lögðu það á sig að hlusta gegn þetta. Herrum, við verðum eiginlega, ég verð að nefna varaforma Framsóknarflokksins Lilju Dögg aðeins áður en við klárum stefnuræðu spjallið. Já, Hún ég er ekki óhætt að segja, hún hafi vaðið í þig með svona gagnrýni sem að var svona kannski heldur svolítið úr lausu lofti. já, Eins og, þótti það nú sko og eins og- meira bara tölvöld mikið úr lausu lofti gripin. já, það var einhvern veginn eins og hún hefði upplifað sig í því hlutverki að hún ætti að taka að sér að verja stjórnina án þess að hafa undirbúið hvernig það er gert. Hún byrjaði nú á Samfylkingunni og Kristrúnu og sagði ekki er öllu vitleysan eins, en nú er Samfylkingin búin að taka upp stefnu Framsóknarflokksins. Hvernig ber að túlka það, ég veit það ekki. Ekki er öll vitleysan eins. Hún benti reyndar réttilega að Viðreisn væri bara föst í evrutali og væri kannski ekki margar aðra lausnir, en svo var það hvað, að hún hefði búist við því að ég myndi koma með miklu fleiri lausnir fyrir ríkisstjórnina frekar en að gagnrýna. Í ræðu stefnuræðu forseta. Í ræðum stefnuræðu forsætisráðherra, já. Það er mjög skrítið take. Já, Þannig að ég átti þarna ræðu eftir þetta, þannig að ég svona hendi helmingnum því sem ég ætlaði að segja og ákvaða aðeins og konstulit Lilja Dögg sagði þarna að þingflokkur Framsóknarflokksins ætlaði að vera með skófluna í alla vetur og ég gæti ekki skilið öðru sem að það væri þá væntanlega bara á verkstað við vegagerð í tengslum við Hornafjarðarfljót til að ná niður umframkostnaði við það sko. já. Og síðan gagnrýndúna húsnæðismálin var í ólestri. Og það eru þetta sérstaklega kostulegt í ljósi þess að sko Framsóknarflokkurinn hefur haldið á húsnæðismáli meira og menna síðustu 30 ár Já, og er núna með borgarstjórinn í Reykjavík sem að, ef ég skil rétt, þá hafnar Reykjavíkurborg því að útfæra skipulagsmörk höfuðborgarsvæðisins sem myndi auka umtalsvert lóðaframboð, sérstaklega í nágrannasveitarfélögunum og er með málaflokk húsnæðismála nú stundir í ríkisstjórninni. Þannig að kannski var hún bara að skjóta sig úr Inga. það er alveg hægt að túlka þannig. Og þetta var ekkert meinfísið í Nei, sko. en ég var samt að Já. aðeins að kýla tilbaka. Algjörlega, en þarna kemur kannski með áhugaverða skýringu, ég skal ekki segja. Því að staðan í Reykjavík er náttúrulega eins og hún er og bæjarstjórar nágrannabæna, ég ætla að Kópavogs og fleiri held ég, verið að kvart yfir því að Reykjavík sé ennþá með höfuðborgarsvæði spennitreyju varðandi uppbyggingu Já. undir stjórn Framsóknarflokksins. Þannig að já, áhvert að pæla í þessu hvað bjóð þarna undir. Og þó að Framsóknarflokkurinn láti lítið fyrir sér fara í umræðinni, þá eru þetta kraumar eitthvað undir þar með að við svona hvernig staðan er í könnunum núna búin að vera allan nokkra hríð og það hljóta einhverju að fara að setja hreyfings. Það kann að vera, en það er svolítið ríkt í Framsóknarflokknum orðið að sérstaklega eftir síðustu kosningar að trúa því að geti í rauninni gert hvað sem er
og svo fá þeir bara einhverja auglýsingastofu til að redda þessu fyrir sig síðustu 2-3 vikunar. Heyrðu, færum okkur þá í fjárlagafrumvarpið. Það er búið að skýra fjárlagafrumvarpið. Sigurður Ingi upplýsti það Já. Nú heitir það ekki lengur bara fjárlagafrumvarpið eins og þau hefur gert bara alla tíð. Heldur nú heitir það sko, þetta er allt að koma. Verður þetta slagorð Framsóknarflokksins í næstu kosningum? Ætli það ekki sko. Þetta var svona dálítið kostulegt þóttir mér sko og ég held að sko það færi nú nær á því að segja bara fer þetta ekki að vera búið þá þetta ríkið svona samstarfið eins og ég laði til fyrir slagorðasmiði Framsóknarflokksins að þeir getu, og þetta er nú fengið að láni, það geti verið steinninn í skónum eða hólan í veginum sem að getur komið inn á spjöldin þeirra. En þetta er svona enn einu sinni Bjarni hafði viðhaft þetta núna í einhver skipti ég man nú ekki hvað ég treysti mér ekki til að segja hvað mörg ár aftur í tíman að fara í gegnum kynningu á fjármálaáætlun fjárlögum segi ég, fjárlagafrumvarpi ársins fara í gegnum tillöguna á blaðamannafundi með öllum þeim glærum sem því fylgja á þess að nefna nokkuð staðar hver heildarútgjöld ríkissjóðs verða á næsta ári samkvæmt frumvarpinu og Sigurður Ingi hélt þess áfram. Ef það er einhver einn tala sem skiptir máli á að heildarútgjöld ríkissjóðs. Heildarútgjöld og heildartekjur, en þetta er eitthvað feimnismál. Tugi af glærum á þess að komast yfir það að nefna hana. Já, þetta er mikið feimnismál. Ég hef spurt Bjarna Benum þetta undanfarin árin og síðan Sigurður Ingi kom upp í morgun áðan og í ansvari og nefndi þá tölu sem ég held að sé ekki sko í raun réttatalan heldur valdan þá lægstu sem hann fann þegar var búið að taka tillit til einhverja uppgjörs regluna og hann í öllu falli nefndi ekki þá tölu sem að Bjarni Benediktsson hefur miðað við sem heildarútgjöld ríkissjóðs þegar hann hefur fengið sömu spurningu undanfarin ár. Sko menn liggja eflaust yfir því núna sem aldrei fyrir að reyna að finna einhverjar svona formúlur og aðferði til þess að fá út aðrar tölur fela vandan. Já. Þetta eru svona ég er hræddur að í fjárlagafrumvarpinu sé ekki verið að slá þann tóm sem að raunverulega þarf til að Seðlabankinn fái raunverulega aðstoð í slagnum við verðbólgunar. Og þú veist, útgjaldavöxturinn hann það má þú segja þeim til hróss að krónutölugjöldin hækkum 2,5% sem sagt bara viðmið Seðlabankans sem skárri en hefur verið boðið upp á undanfarin ár. Já, og reyndar önnur gjöld hækkum 3,5 en svo eru náttúrulega þessi grænu gjöld ekki tekin með í reikningin virðist vera hjá þeim þegar þau gefa þetta út. Vinstri græni vildi eflaust hækka kolefnisgjaldið 300%. Já, það hækkaði 60%. Það hækkar. Já, alveg rétt. Og það er svona bara þá að líta fram hjá því og öllum þessum refsigjöldum og svo fer náttúrulega detta inn allt þetta sem að Þórdís og Sigurður Ingi samþykktu ETS-ruglið. Já, ETS-ruglið, refsiskattarnir fyrir að fljúga sem var ætlað að draga verulega úr flugi og flytja vörur með skipum og svo koma núna reglur flutninga á landi og fjölskyldubílinn og allt þetta nýr refsiskattar og það var nú ekki beinlínis tekið fast á móti þegar átt að innleiða þetta því að þarna komu ráðherrarnir og Katrín held ég líka á sínum tíma og sögðu bara við erum ekkert svo góð til að borga þetta og við þurfum að standa okkar plikt Þórdís Kolbrún gekk harðast fram í þeirri nálgun og eins og í skipamálunum þar sem að lá fyrir listi hvað geti veitt undan þá bara ákveðið að reyna ekki einu sinni að fá undan frá þessum nýju gjöldum sem að munu ekki gera neitt annað en að hækka vöruverð til neytenda íta undir verðbólguna. Og þó var þessi listi þannig að öll atriðin á honum hefðu hentað Íslandi til þess að fara fram á og fá vantanlega undanþágu. Þess að á þetta fólk sem að heldur svona á málum þegar verður að leggja enn gjöldin á íslenskan almenning og reyna að draga úr flutningum og ferðalögum á að trúa því að þegar búið að samþykkja þessa bókun 35 þá muni þetta fólk fara að standa vörð íslenska hagsmuni. Það ekkert að fara að breytast í heimernum. Nei. Það bara auðveldar að hraða færibandinu.
En þetta verður sko, ég held að sko fjárlagaumræðan, það er nú auðvitað þarna sína menn á spilin og þarna til dæmis rakið augun í að það er verið að ramma inn 2,2 milljarð á ári í meðlag með almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu Já, sem að má rifja upp að átti alls ekki að gera þegar var plötuði gegn lögin að stofna betri samgöngur OHF já, og búið að undirrita sérstakt hliðarsamgöngulag við samgöngusáttmálanum að það verði sko bætt í, endurskoðað til hækkunar þegar borgarlína fer að keyra. Og það þetta sko alveg ótrúlegt. já, þetta er eitt ótrúlegasta mál seinni missera í íslenskum stjórnmálum. Og ég er ekki viss að menn gerir sér almennilega grein fyrir því ef þetta færi að halda svona áfram. Hverjir afleiðingarnar verða fyrir að þær fara að birtast í raun og menn spyrja einu sinni sem oftar, hvernig var hægt að leyfa þess að gerast? En tíminn til að spyrna við fótum núna. Við máður fjallað það hvernig var gefin fyrirheit á sínum tíma þegar fyrsta útgáfa sáttmálans var samþykkt það að þingið kæmi að sig hverju skrefi. Svo þetta bara uppfært og útgjöldin tvöfölduð og öllu breytt, gefið eftir með rekstur borgarlínar og allt þetta. Þannig að skattgreiðendur allt land getur tekið þátt í því. Og það er bara kynnt á blaðamannafundi án þess að þingið hafi fengið nokkuð það að segja. Þannig að þessu fólki ekki alveg treystandi þegar að það að reyna að koma einhverjum svona málum í gegn. Ég fann hérna, ég spurði Sigurð Inga fjármálaráðherra út í þetta áðan, hvernig þessu væri fyrirkomið. 2,2 milljarðar og spurði hann út í sérstakt hliðarsamkomulag sem var gert við leið og samgöngusáttmálinn var uppfærður. Já. Og hann segi, þetta eru 2,2 milljarðar núna, svo búið að segja að menn ætla að setjast niður og hérna það er engin loforð frekar útgjöld. Engin loforð frekar útgjöld. Og hér hliðarsamkomulagið sem var undirritað á sama dag af sömu hjörð og undirritaði samgöngusáttmálinn uppfæra. Og hér stendur, ári fyrir akstur á borgarlínu leiðum munu aðilar ganga til samninga aukið hlutfall ríkisins til rekstursins. Það munu ganga til samninga aukið hlutfall ríkisins. Aukið? ekki bara að semja hlutfall ríkisins, nei, munu ganga til samninga aukið hlutfall. Hvað? Þessi vitleysa sér engin takmark. Nei, það virðist ekki vera. Og Sigurður Ingi skrifaði undir þetta og sagði síðan í andsvari áðan að það er ekki búið að lofa neinu. Það er ekki búið að lofa neinu. Já, stundum held ég að þessi ráðherrar sé að segja einhvað sem þeir hafa ekki hugmynd hvað að segja. Af því þeir ráðu kannski ekki ferðinni. Ella var þarna beinlis verið að segja þinginu ósatt. Já, það er auðvitað verið að segja þinginu ósatt þarna en ég ætla nú að trúa því að það sé ekki viljandi. Það bara... Af því þeir hafa ekki hugmynd hvað þeir eru að gera. Já, ég minnst það betri skýring heldur en hitt. Já, maður fyrir að gefa þeim að þeir veit ekki hvað þeir eru að gera. Já, en bara þetta gæti ekkert verið skýrara. En þetta búið að vera svona alltaf. Menn kannast ekkert við það sem þeir hafa verið að skrifa undir. Nei. Munu aðilar ganga til samninga aukið hlutfall ríkisins til rekstursins. Þetta verður ekki mikið skýrara en þetta? Nei. Og atburðarásin öll við höfum þetta rakið hérna, margt að þessu, flest að þessu áður. En hún alveg með ólíkindum og svo lýsandi fyrir allt sem að í stjórnmálunum. Og þegar að þáverandi fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson tók á sig rögg og tók undir með okkur eftir við höfum verið að hamast í hvað þetta væri þegar komið fram úr áætlun og verkefnið var alltaf farið af stað. Og sagði þetta gengur ekki. Nú þurfum við að endurskoða þessi áform. Og þá kemur ríkið í ríkinu betri samgöngur og segir nei, það þarf ekkert. Við getum uppfært þetta. Og gert það fyrir herri gjöldum og sköttum og útgjöldum og Bjarna líður voða vel með að þótt að sé búið að springa út í kostnaði þá séu tölur betri. Þannig að þessi endurskoðun sem átt að setja stað til þess að reyna að hemja kostnaðin, hún leiddi til þess að kostnaðurinn meira en tvöfaldaðist. Já, þetta alveg kostulegt. Já, þetta ekki kostulegt, þetta alveg graf alvarlegt í raun að meðferð ríkissjóðs sem með þessum hætti. Það er svona dálítið eins og ríkisstjórnarflokkarnir sé að ganga ríkissjóð svona sem eigin kosningasjóð núna. Þeir eru komnir inn í kosningaveturinn
og halda að þetta sé leiðin til að halda stöðu sinni og eiga einhvern séns í slagnum framöndan. En ég myndi nú halda að þetta væri vísasti vegurinn til þess að missa tiltrú endanlega. En svo verð ég að nefna hérna og í tengslu við fjárlagaumræðuna áðan og sem er svo sem í gangi ennþá og verður á morgun líka, Já, að Sigurður Ingi kom inn á það í ræðu sinni að ef að áætlanir lækkun verðbólgu gengju eftir og lækkun stýrivaxta í framhaldinu og bankarnir síðan fylgdu á eftir lækkun stýrivaxta eða meginvaxta eins og þetta séu kallaðir, að þá verði 30 milljóna lán með breytilegum vöxtum óvertryggt búið að lækka 50.000 á mánuði í afborgun í lok næsta árs, lok árs 2025. Hann bara steingleymdi, það er ekki hægt að finna aðra skýringu, hann steingleymdi að nefna að tilgreina hvað þetta sama lán hefur hækkað í afborgunum núna í gegnum þennan verðbólgutíma þessara ríkisstjórnar. Það er miklu hægt. Ekki veltaði fyrir þér. Og þannig að þetta er svona Framsetningin á þessum málum frá þessari ríkisstjórn er alveg. Og svo sjáum við það svona málátin reka á reiðanum, sko, þó að það sé svo sem kannski per se vinni gegn markmiðum Seðlabankans til skamstíma, þá þetta skrítið að sjá að til að mynda hlutdeildarlán hafi ekki verið afgreitt í á 7. mánuð held ég núna. Já. Og fólk gerir tilboð og fær samþykkt tilboð í eignir sem það getur síðan ekki staðið við af því að það er allt í lamasessi gagnvart þessu regluverki. Já. Og þetta er auðvitað bara svona enn ein árásin á séreignarstefnuna í húsnæðismálum sem þessi ríkisstjórn viðhefur. Og það er að segja árásinnar á séreignarstefnuna, það er engin vinur séreignarstefnunar innan stjórnarinnar að því virðist. Það er merkilegt og það nú er. Allur fókusinn virðist vera á það að gera fólk að leiguliðum. Það fjölgar, allur stuðningur fer meira og minna til uppbyggingar leiguhúsnæðis. Og ég sé ekkert í þingmálaskránum núna sem er til þess tækt að til að mynda styðja við að auka lóðaframboð. Nei. Sem núna grunnurinn af þessum framboðsskorti sem við búum við. Og svo ryksugar stjórnvöldu upp leigumarkaðinn fyrir hælisleitendur á þess að taka almennilega á þeim málum og beina leið fleira og fleira fólki inn á þann markað í staðinn fyrir að gefa ungu fólki tækifæri til þess að komast að stað og eignast eigið húsnæði. Þetta er mikil óheillað þróun. Og náttúrulega húsnæðisverðið hefur hækkað eins og menn þó viðurkenna stjórnarliðar sem aðrir vegna ekki hvað síst mjög aukinnar eftirspurnar. Fólki hafi fjölgað svo mikið hraðar en búist var við. En það er ekki fjölgun Íslendinga. Það er nánast eingöngu, að langmestu leyti er það útlendingar, hælisleitendur og þeir sem eru fluttið til landsins til að vinna hér störfið það meðal annars að byggja þá hús fyrir sjálfa sig þannig séð og hælisleitendur. En þetta er ekki sjálfbært, það er ekki hægt að halda þessum svona áfram. Ég tala nú ekki þegar á saman tíma hundruðum áhugasamra iðnnema er vísað frá námi alveg ótrúlega í Leifstað og bara fólk flutt inn í staðinn. Já. Það er ekkert heil brú í því hvernig þessi stjórn hefur haldið á stjórn þessa samfélags. Síðan ef við ekki að fara aðeins yfir í þingmálaskrána. Það er nú eitt og annað áhugavert sem þar kemur fram. Þó að það sé ekki stærsta málið að umfangi í kostnaði öðru, þá er mjög mikilvægt mál hjá umhverfisráðherra að banna notkun lausara plasthappa. Já. Þannig verið að leysa vandamál sem er ekki raunverulegt. Ég er nú bara alveg hissa, Bergþór, á því hvað þú ert rólegur núna. Af því ég hélt að þú mundir mæta í þennan þátt alveg spinnigal. Þú ert búin að kvarta yfir þessu 7 eða 8 sinnum þessum töppum og ég er alveg sammálaður með þá. Þú ert búin að kvarta 7 eða 8 sinnum og orðið heitt í hamsi. Ég var bara hræddur hvað myndi gerast þegar þú læsir það í þingmálaskráni að nú ætti að fara að setja þetta í lög
og tapparnir skuli hanga við á flöskurnar. miklu fleiri umbúðum og matvælum heldur en núna sko. Hver setur svona lagað í lög? Og það verið að leysa vandamál sem ekki raunverulegt sko. Nei. Það var reynt að koma þessari dellu gegn í umhverfis- og samgöngunefndina á síðasta kjörtímabili og við sendum fyrirspurn til endurvinnslunar. Hvert hlutfall þeirra á flöskum sem kemur með tappan á? Já. Ég með minnir þetta hafi verið 92% sem skilur 94, já. 94, já. Og sko, heyrðu. Og hinir tapparnir fóru bara í ruslið og brendir í Svíþjóð. Já. Þannig að þú veist, það er verið að leysa vandamál sem er ekki raunverulegt. Þetta kallar á sko fyrir auðvitað bara kostnað hjá framleiðendum, sem kallar á hærri á vöruverð, sem kallar á verðbólgu. Þú veist, fyrir utan bara hvað þetta gerir lífið leiðilegur eins og svo margt annað sem þessi ríkisstjórn hefur gert, eins og papparörinn og þess áttar. Þetta var ekki raunverulegt vandamál fyrir, eins og þú segir. En svo var búið að taka á því óraunverulega vandamáli með því að allir voru farnir að hengja þess að tappa við hvort þið er. En þá, þegar allir eru farnir að gera þetta hvort þið er, þá að setja þetta í lög. Þannig að menn í engan annan kost og get ekki snúið aftur með þetta. Hvaða vitleysa er þetta og af hverju er stöðugt verið hjá þessari ríkisstjórn að lögfesta einhvað sem þarf ekki lögum? Já. En síðan það er fleira áhugavert hjá Gulla. Það er hann ætlar að skipta upp í þrennt svona rammaáætlunar frumvarpum. Það verður rammaáætlunar frumvarp í núna strax fljótt á haustingi, síðan undir áramót og síðan eitt á nýju ári. Þannig að ég hef nú á tilfinningunni að Gulli bara meta þess svo að það sé ekki víst að þessi ríkisstjórn lifi veturinn af og þá sé nú best að reyna að koma einhver í gegn fyrir eitthvað nengu. Hann er örugglega búinn að átta sig á því. Þannig að það er svona dálítið svona áhugavert að sjá að tiltrúin er ekki meira en þetta. En það er síðan fleira áhugavert í þingmálaskránni, til að mynda hjá matvælaráðherra, þá er ekki lagt fram lagareldisfrumvarpið sem að Bjarni Benediktsson forsætisráðherra hafði nú sagt að væri mjög mikilvægt að kemur fram. Hvernig vonbrigði ef Bjarkey leggur ekki fram lagareldisfrumvarp, sagði Bjarni, hvenær var þetta nú? Þetta er í Bjarni Benediktsson. Þetta er undir lok júní. Þannig að hver er niðurstaðan? Bjarkey leggur ekki fram lagareldisfrumvarpið. Þannig að þetta er skrýtni tíma framundar í stjórnarsamstarfinu. Já, eins og við heyrðum í umræðum stefnuræðina að Svandís Svavarsdóttir er þegar bara komin í stjórnarnarstuðu. Já, það var alveg greinilegt. Já. En mér sýnist líka sko bara á þingmálaskránni, þá er Bjarkey bara guns blazing hvað það varðar að koma fram svona sjónarmiðum Svandísar Svavarsdóttur sem að var hægt að túlka svona, þó að þau eru nú oft frjálslega túlkun út úr auðlindin okkar vinnunni. Þannig að þetta verður ábyggilega mjög þungt fyrir sérstaklega sjálfstæðismenn að lifa með þessari nálgun. Já, það væri gott að hafa kosningar sem fyrst, en í millitíðinni er best að þau geri sem minnst. Ég held að það væri málið sko og ég held að sko bara það er svo margt til tjóns inn í þingmálaskránni eins og liggur fyrir. Og þetta er þversagnakennt. Dómsmálaráðherrann með ný útlendingamál í eina átt og félagsmálaráðherra í sömu ríkisstjórn með útlendingamálin sín í þeirra öfugátt. Og samkvæmt þingmálaskránni lögð fram á sama tíma. Þannig að það er greinlega búið að gera einhver díl sko. Annaðhvort fara sko bæði málin eða öll málin í gegn eða ekkert. Þannig að og þó að það sé ekki búið að birta málin þá munuð örugglega sko ganga hvort gegn öðru hvað það varðar að ná stjórn á stöðinni. Þannig að ég held að sko þetta samlífið þeirra á eftir að verða skrautlegt. Og síðan náttúrulega megum ekki gleyma því sem við nefndum aðeins áðan að utanríkisráðherra með eitt mál sem er ekki bara einhvern svona innleiðingamál með ótrúlega mörgum skammstöfunum í nafninu. Já. Og það er bókun 35, fyrsta mál ráðherrans á dagskrá, þetta forgangsmál þennan veturinn. Og síðan eru þetta lítið hjá fjármálaráðherra núna,
En dómsmálaráðherra, já, eins og hérna fer áfram með þessi tvö mál sem snúa að breytinga útlendingalögum og ég held að það sé nú óhætt að segja að það séu það með eitthvað mjög skrítið komið upp ef það verður ekki þau verður ekki stutt af eins dyggilega og við mögulega getum hvað framganginn í þinginu varðar, en vandamálin liggja hjá stjórnarflokkunum sjálfum. Já, já, og þetta fólk veit að getur alveg náð meirihluta fyrir því að taka á þessum málum eða vildi, getur náð meirihluta fyrir nýjum útlendingalögum. Já, en hver er kjarkurinn og viljinn? Það virðist ekki vera til staðar. Og að þú nefnir nú dómsmálaráðherrann, þá er hún eftir 6 vikna umhugsun og fjölmörg álit búin að komast til þeirri niðurstöðu að varðríkissaksóknari getur setið áfram, er það ekki augljósa niðurstaða eina augljósa niðurstaða í málinu. Lá fyrir strax á fyrsta degi. Já, algjörlega, og ég þjófti því að hann hefði fyrst fengið álit í ráðuneytinu, svo utanaðkomandi álit, og þá var það ekki nóg, þannig að hún fekk annað utanaðkomandi álit og svo sagði hún að ástæðan fyrir því að hún ætlaði ekki að víkja honum frá væri svo að álit hefðu stangast á, og þá spyr maður sig nú hvað ætli hafi verið í áliti númer 2 sem kallaði á þriðja álitið, hverju var hún að vonast eftir, en niðurstaðan varð allavega að þau stönguðust á, en hún daginn sem hún tilkynir þetta, þá getur hún ekki á sér setið með að hnýta þess í Helga Magnús Gunnarsson og segja að ummæli hans hafi verið óviðeigandi og hafi skaðað á einhvern veginn trúverðuleika ráðuneytisins, en hún ætti svona að gefa honum séns, var það ekki nákvæmlega þannig, en það var innihaldið, gefa honum séns af því að þessu ummæli hafi komið fram við mjög sérstakar aðstæður, þar að segja þeirra hafa búið að ofsækja mannin árum saman. En ég fletti upp fréttinni sem að setti þetta alltaf stað. Hún var á MBL 16. júlí og ber yfirskriftina verða að bregðast við breyttum veruleika, og ég var að leita að þessum ummælum og ég finn þau ekki, ég átta mig ekki alveg á því hvaða ummæli þetta eru sem eru svona óviðeigandi, og mér finnst nú eðlilegt að ráðherrann allavega upplýsa það, fyrst hann tekur það fram að það hafi verið óviðeigandi ummæli sem hafi skaðað stofnunina. Megnið af þessu sem hann segir hér í þessu viðtali, stutta viðtali, varðar ofsóknina sem hann og fjölskyldan urðu fyrir. Svo er einn smá klausa hérna, það sem að hann segir: ég held að það sé að breytast hjá okkur þetta friðsæla og örugga land okkar, segir Helgi. Ýmis dæmi séu að hér sé að koma menn sem hafi önnur viðhorf til náungans, laga og reglna og mannréttinda. Það eina sem við getum gert til að taka fólki í þessum mæli er að auka heimildir lögreglu og bregðast við með aukinni löggæslu og lagalegum úrræðum. Eru þetta ummælin sem að réttlættu þennan 6 vikna umþóttunartíma og allan þennan hamagang? Að hér sé að vera breytingar í samfélaginu? Ég veit ekki hvort öðrum er til að dreifa. Ég hef nú bara talið þá eiginlega vanrækslu hjá þeim sem að fylgjast með og passa upp á öryggi hér í landinu og eiga að passa upp á réttlæti, að nefna það ekki þegar að hlutirnir eru að þróast með þessum hætti, og bara líta fram hjá þessu og láta hlutirnir gerast aðhaldslaust. Það þykir þægilegra. Þetta verður, ég held að þetta hef ekki verið, sko, það hvað Guðrún Hafsteinsdóttir tók langan tími í þetta í fyrsta lagi,
Og í öðru lagi sko þessi ákvörðunar að hnýta í vararíkissaksóknara að einhverjum óskiljanlegum ástæðum þegar hún tilkynir ákvörðun sína. Þetta er svona, ég held að þetta verðin ekki til sérstaks vegsauka sko, því að ég held að það hafi verið sko svo fráleit hugmynd að að verða við ósk var ríkissaksóknari í þessum efnum. En Robert Spano hrökk á fjórunum þegar þetta lá fyrir. Ætla sé að flagga því hann sé til í framboð fyrir Samfylkinguna. Ég las þetta sem framboðstilkynningu. Það var bara spurningum hvaða flokki. Já. Eru fleiri en Samfylkinginu sem koma til greina? Kannski er hann að spáði Viðreisn. Ég hefði nú gískað á Samfylkinguna. Já. Það kemur í ljós. Já, hann fyrir á uppboðsmarkaðinni. Þetta er alltaf að koma. Þetta er alltaf að koma. Heyrðu, náum við að segja nokkur orðum Þorfinn Karlsefni. Já, heyrðu, það er nauðsynlegt. Færum okkur þangað. Við lögum fram fyrirspurn afdrif styttu af Þorfinni Karlsefni. Svo að því til haga haldið, þá er þetta fyrirspurn frá þér þó hún sé skráð á mig. Já, ég var út af moskítóflugun. Já. Eitt leiðir af öðru. Maður situr of lengi við stöðuvatn í Svíþjóð og ábyrgð moskítóflugnanna er mikil. En allavega 2017-18 var styttan skemmd, felld á stalli og hálsögvin. En þetta mun hafa gerst vegna þess að það fórast að svo saga að einhver félagskapur sem kallaði sig The Key State Skinheads, sem væri einhvers konar nínasistar, hefðu fundað þarna skammt frá styttunni. Og þetta er nú mjög undarlegt nafn. Key State er nafn á annað nafn fyrir Pennsylvania. Já. Og þetta er eins og einhverjir myndu kalla sig The Garden State Morons og þeir varu í New Jersey. Þannig að þetta var einhver svona hálf ótrúverðugt við þetta, en það dugði þó til þess að setja af stað einhverju sem kalla sig andfasista og hafa sér oft með mjög fasiskum hætti, og þeir réðust á þessa styttu og skemmdu hana. Hún var sett í geymslu og við spurðum hver urðu örlög þessara styttu. Og það kom í ljós að hún var ennþá í einhverju geymslu, vantanlega innan ónotuð umferðarskilti og hlera af holræsum og eitthvað svona drasli í Fíladelfíu borg. Og við höfum líka spurt hvort það er því reynt að stuðla því að styttan henni sett aftur, og ráðuneytið eða ráðherrann, menningarmálaráðherrann, vildi ekkert segja það. Nei, það er ekki gert. Það væri innanríkismál í Bandaríkjunum. En þetta er nú ekki alveg bara innanríkismál í Bandaríkjunum, því að þessi stytta var sett upp sem tákn samstarf og sögulega tengingu Íslands og Norður-Ameríku. Gerðist þannig að það er efnt til samkeppni styttu, og Einar Jónsson, okkar mikli myndhöggvari, hann vann þessa samkeppni afdráttarlaust og heldur út til Ameríku að gera styttuna ásamt konu sinni. Gerði þetta brúðkaupsferð. Hún gifti sig bara skömmu áður eftir að hafa verið saman í 20 eitthvað ár, ég man ekki, allavega mjög lengi eins og gengur, og þau var hann í þessu brúðkaupsferð og hann gerir styttuna, og það enda með því að hann er boðið að verða bara Amerikani eða setjast þar að og vinna list sinni í Ameríku. Hann vildi það ekki, vildi frekar fara til Íslands og taka þátt í uppbyggingu hins fullvalda ríkis, sem hann gerði þetta með glæsi brag. En Þorfinnur Karlsefni var stórmerkilegu maður og konan hans ekki síður, og þessi stytta vakti mikla athygli í Bandaríkjunum, og hún var til dæmis ein af táknmyndum heimsýningarinnar í New York og sett á frímerki á Íslandi að minnsta kosti það ár. Og þetta var svona tákn þessa sögu, þessa tengingu landana. Þannig að þetta er ekki bara mál fyrir Ameríkanna. Konan hans, Guðríður Þorbjarnardóttir, var talin víðförulasta kona heims á þeim tíma. Hún fór 8 sinnum í siglingu yfir úthöfin, hún varð með Þorfinni fyrsti nýbúin í
í Norður-Ameríku, en hún fór líka suður til Rómar. Þess að þetta voru merkileg hjón og eignuðu saman fyrsta evrópska barnið í Ameríku, Snorra litla. Það var til önnur stytta af henni Guðríði og Snorra og hún var skemmd hér á Íslandi, hún var Snæfellsnesi, skammt frá Hellnum held ég. Hún var skemmd af einhverjum kjánum sem að töldu sig í fullum rétti til þess af því að þetta væri svo fordóma, að þetta væri svo neikvætt sko, að það væri hann nýbúar að fara til Ameríku. Og ég veit enn ekki, og nú þarf ég að spyrjast til það, hver eru þau örlög þeirra styttu, en það er nú meira sem við látið ganga yfir þau hjón og Einar. Og þess vegna segi ég, við þurfum að hvetja Ameríkanum til þess að setja þetta upp aftur á flottum stað og ef þeir vilja það ekki, bara bjóðast til að taka við styttunni, setja hann upp á Íslandi. Þetta er glæsileg stytta, mikið meistaraverk Einars og færi vel hér annarkvort á áberandi stað á höfuðborgarsvæðinu eða til dæmis við annarkvort bæinn sem hann var frá sem er nú ekkert kotbíl í gegnum tíðina, Reynistaðir í Skagafirði og svo fluttu þau hjón keyptu jörðina Glaumbæ, annað stórbýli og frægt sögulegt og þar bjó Snorri svona þeirra, það var hægt að setja hann þar eða á Þingvöllum, því Þingvellir svona marka tengslin milli Ameríku og Evrópu og ég tel nú ekki að hann hafi verið virkur í þingstörfum eða stjórnmálum hann Þorfinnur, en svo að lokum ætla ég að kynna fyrir þér hugmynd sem að ég tel að gæti jafnvel verið svo besta að setja styttuna upp skammt frá þjóðveginum rétt áður en maður kemur hún í Skagafjörð og þá sæja hana allir hvort þeir eru að koma eða fara og hann myndi horfa svona yfir Skagafjörðin í átt að Reynistað og Glaumbæ og styttan yrði upplýst. Þannig á veturna þá mætir manni þarna í myrkrinu þessi upplýsta glæsilega stytta og þarna myndi allir ferðamenn stoppa og taka af sér selfie og allt þetta. Þeir eru alveg sólgnir í svona víkingamál og tengingar. Þetta er bara mjög góð mynd. Og það þyrfti náttúrulega höfðu umferðir eru ekki og búið til bílastæði og svona. Já, það vil gera svo. Já, en þetta er svona það sem ég hallast helst að. Já, ég er bara mjög hrifinn. En þetta, við vinnum þessu framgang á næstunni. Svona í uppsópi. Hefur eitthvað heyrt að það var strax eftir að við tókum síðasta þátt á 5. daginn fyrir viku. Þá birtust fréttir af því að Ásmundur Einar Daðason ráðherra hefði boðað hann 18. júní að viðbrögð við svörtum niðurstöðum PISA eru kynntaðist 3 dögum síðar. Og þannig að 5. september bólaði enn ekkert á viðbrögðum og þá sagðist hann reikna með að gefa út boð í þeirri viku sem er náttúrulega liðið núna. Hefur eitthvað heyrt af? Ekkert heyrt af þessu, ég man þegar að sé þetta, en það hefur ekkert til þess að spust. Það þyrfti einhver fjölmiðlingur að spyrja út í þetta. Svo gaman að því sama dag eða daginn eftir þá Björn Ingi Hrafnsson á Viljanum bent á mjög skemmtilega leiðaropn í Morgunblaðinu. Þar var sem sagt Svandís Svavarsdóttir með pistil og Ómar Friðriksson blaðamaður á Morgunblaðinu með greiningu á stöðu húsnæðismála. Og Björn Ingi skrifar þetta svo skemmtilega ef eitthvað er lýsandi fyrir þessa ríkisstjórn þá er það mokkinn í dag. Innviðaráðherra skrifar að mikilvægi þess að hlúa að fyrstu kaupendum og fyrir ofan er fréttum að ekki hefur verið hægt að úthluta hlutdeildarlánum síðan í apríl. Já. Þetta Forsætisráðherrann nefndi mér sér hlutdeildarlánin og státaði sig að þeim í stefnuræðinni. Já, það var með margri annarri kaldhæðni sem þar birtist. Hann heldur ábyggilega að þetta sé allt í toppstandi. Já, líklega. Og ég nefndi þetta nú í ræðu minn áðan og Sigur Ingi fór í andsvar við mig en sá greinilega ekki ástæðu til þess að nefna þetta sérstaklega. Nei. En þetta er kostulegt sko. Og Úlfar Steindórsson, forstjóri Toyota og stjórnarformaður Bláa Lónsins var hér í viðtali á Morgunblaðinu með í uppákomu þar með þá megin áherslu að ríkið þurfa að draga úr útgjöldum. Það eru allir að tala um þetta sama. Það verður að draga úr þessum brjálæðislegu ríkisútgjöldum og það eru allir sem átt að sjá því
nema þeir sem stjórnar ríkissjóðu nú um stundir. Einmitt. Þetta er sami tónn sleginn allstaðar. Þetta er alveg grafalvarleg staða sem er að teiknast upp. Já, já. Og og síðan auðvitað bara, sko, þegar við horfum á hlutfall nýrra starfa sem að verða til í einkageiranum annars vegar og opinbera geiranum hins vegar. Já. Þetta er ekki sjálfbært. Heyrðu, en við förum að kalla þetta gott í dag, er það ekki? Jú, Og þetta skrá. já, þetta er skrá og nú er umræður fjárlögin halda áfram og það verða fagráðherrarnir byrja núna, við erum að klára þessu upptöku klukkan 3 og fagráðherrarnir byrja klukkan 4 Já, og að malla svona 1,5 klukkutíma á hvern þeirra fram, ætlaðis ekki að klárast einhvern tíman svona milli 10 og 11. já, Síðan byrjar þetta 8:30 í fyrramálið á föstudagsmorgni nei, 9:30 og stendur fram eftir degi. Þannig að, og síðan verða loka orðu og svona samantekt og þá eru fjárlögin komin í handreikingu þingsins. já, fínt. Herra, en kæru áhörnendur, takk fyrir að hlusta í dag og við verðum aftur á vikuliðinni með það sem á daga okkar og þingsins hefur drifið í mildtíðinni. Við ætlum að vinda okkur í áframhaldi fjárlagaumræðu og segjum þetta gott. Takk fyrir okkur. Bless, bless. Bless.